Síðan að nefna undirskriftasöfnunina og hún hefur verið mjög mikill fókus á henni og við byrjuðum á henni í júlí á síðasta ári. Blessaður Elli, velkomin. Og í 1. október 2011 voru komnar 34.000 undirskriftir. Undirskriftasöfnunin gengur út á það að náttúrulega leiðrétta bæði verðtryggð og gengistryggð lán og afnema verðtryggingu. Og við kröfumst þess að það yrðu, stjórnvöld aðgerðir væru hafnar fyrir 1. janúar 2012 og ef ekkert yrði aðgert fyrir þann tíma að þá yrði málið sett í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þetta var svona varnagli sem við höfðum á vegna þess að við höfðum kannski ekki trúa því að stjórnvöld myndu gera mikið og töldum að það yrði þá að láta reyna á þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að ná fram vilja fólksins, hvert álit þjóðarinnar í þessu máli. Við höfum náttúrulega látið gera Gallup-könnun á síðasta ári í nóvember þar sem kemur fram að 80% landsmanna, ef að marka má þá könnun, eru fylgjandi þeim leiðum sem við höfum lagt til eða allavega almennum leiðréttingu lána og afnámi verðtryggingar. Hvort sem þeir eru endilega fylgjandir nákvæmri útfærslu okkar eða ekki. Þá er þetta svona niðurstaðan að fólk vill þessar almennu leiðréttingar og afnám verðtryggingar. Við lögðum til 4 mismunandi leiðir í undirskriftasöfnuninni og ef ég fer bara stuttlega yfir þær að þá er það fyrst skiptigengisleiðin eða svokölluð misgengisleið þar sem yrði tekin upp annaðhvort ný íslensk króna eða annar gjaldmiðill og við tökum ekki afstöðu til Evrópusambandsins evru eða annars gjaldmiðils í þessu máli. Það má alveg taka upp nýja íslenska krónu og það væri hægt að hreinsa mjög til í hagkerfinu með því. Þá myndi leiðréttingi fara þannig fram að það væri farið með lánin yfir á mismunandi gengi, að lánin í dag yrðu leiðrétt með til dæmis 20% afslætti yfir í nýtt kerfi og þá yrði líka að leiðrétta fasteignamat og skráningar í kerfinu og á móti kæmi að það yrði leiðrétt staða hjá lífeyrissjóðum, hjá fjármálastofnunum, hjá innistæðueigendum sem eiga yfir einhverja ákveðna x milljónir í banka, þannig að það myndi ekki snerta 95% landsmanna heldur einungis þá sem að eiga mestan pening sem að hafa fengið til sín þessar verðbætur frá hruni sem að við erum að tala um að sé oftaka fjár. Ég fekk símtali í vikunni, ég fekk símtali í vikunni frá manni sem spurði einmitt það, akkur eru þið ekki að tala um að færa tilbaka þessar verðbætur sem allt ríka fólki er búin að ná til sín og ég segi, það er það sem við erum búin að vera að leggja til frá upphafi. Ríka fólki, ég meina ríka fólki, þetta er ekki bara ríka fólki, þetta er lífeyrissjóðir, fjármálastofnanir og innistæðueigendur. Allir hafa náttúrulega fengið til sín þessar verðbætur sem við erum að tala um að þurfa að leiðrétta að hluta til. Af því þær séu hreinlega bara of háar miðað við aðstæður, heimilin þolir það ekki. Síðan er það eignarnámsleiðin. Ef ég tala aðeins meira skiptigengisleiðina því mér finnst hún svo brilljant að það er þá væri hægt að laga alveg gríðarlega til í hagkerfinu þó svo við værum ekki bara að tala um leiðréttingarnar. Af því við höfum ná til okkar öllum aflandskrónum, þá er hægt að leiðrétta jöklabréfin og ná þeim út. Þannig að það væri allsherjar tiltekt hægt að gera í hagkerfinu með þessu. En síðan er það eignarnámsleiðin og hún var mikið í umræðinu og Gísli Tryggvason talsmaður neytenda, hann nefndi hana líka strax í kjölfar hruns og hún gengur út á það að lánasöfn bankanna yrðu hreinlega bara færð yfir í íbúðalánasjóð og þar yrði á nafnverði, á afsláttarverðinu sem að bankarnir fengu þarna við hrunið. Og afslátturinn yrði nýttur til leiðréttinga yfir alla línuna. Við erum alltaf að taka þá sem eru með lán í íbúðalánasjóði líka. Við erum alltaf að tala um alla, við erum ekki bara að tala um þá sem eru með lán í bönkunum. Þessi leið er lögleg, það er heimilt fyrir ný lögum í dag. Og það er ekki nema
þetta væri í raun og veru bara yfirlýsinga hálfu velferðarráðuneytisins sem þyrfti að koma til. En auðvitað þetta alltaf ákvörðun stjórnvalda í heild. Það ekki bara velferðarráðherra sem við gerum okkur grein fyrir því, hann fer ekki bara af stað svona einn á sér. En síðan það að nefna vísitöluleiðréttinguna og þá að vera að tala að það sem sagt fordæmi fyrir því að vísitalan hefur verið færð niður handvirkt og hún þá færð niður í það gildi sem var 1.1.2008 og síðan bara eitthvað ákveðið álag og við höfum alltaf talað þetta 4% álag á ári sem þá efri vikmörk Seðlabanka Íslands í verðbólgumarkmiðum og það gildir fyrir allar þessar leiðir. Fjórða leiðin leiðréttingaskattur og það verður tekið þá í eitt skipti og þá það sama og ég að tala í skiptigengisleiðinni, það því sko tekin og það það útfærslu atriði hvað væri tekið mikið á hverjum stað. Hvað væri mikið á lífeyrissjóðina, hvað væri mikið á bankana, hvað væri mikið á innstæðueigendur. En það væri svona dreifð aðferð og þá væri hægt að skattleggja til dæmis þennan 172 milljarða króna hagnað bankana með einhverjum ákveðnum hætti. Jóhannes Björn hefur til dæmis lagt til 95% vindfólskatt sem ég veit ekki alveg hvað að kalla á íslensku en það svona skattur, hvalrekaskattur kallaður. Það svona skattur sem lagður á hagnað sem tilkominn vegna einhvers annars heldur en eðlilegrar viðskiptastarfsemi. Þá ég búin að kynna aðeins þær leiðir sem við höfum lagt til og mér langar til að komi fram að við erum ekki að halda því fram að okkar leiðir séu þær einu réttu eða einhverjar heilaðar leiðir, það eru fullt af öðrum leiðir sem hægt að fara. Það sem til bara vilji og síðan kjarkuðum til framkvæmda.